Það sem ég ætla að gera með ykkur núna að kynna fyrir ykkur einn fræðimann og Gunnar var nú búinn að setja vídeó hann. Gaurinn heitir Malcolm Knowles og hann hélt í fram að fullorðnir læri öðruvísi. Sumir segja að þessi gaur hafi komið þessu fæi á kortið. Einhvern veginn þarf maður að afmarka sig og segja, hei, það sem við erum að gera það eitthvað annað en það sem þeir vilja gera. Og hann gerði það með þessari fullyrðingu. Fullorðnir læra öðruvísi og bókin hét Þá, fullorðnir námsmenn vanrækt tegund og heitir í dag bara Adult Learner, the Comprehensive Classic, bókin sem allir verða að lesa ever. Já, Neglected Species, mér þykir pínu vænt hann. Er það ekki? Mér finnst titillinn sko. Það svo skemmtilegur titill, já. Og þannig að þessi bók búin að koma út aftur og hann dó 1997, en hún ennþá að koma út. Samstarfsmenn hans hafa verið að gefa hann út áfram. Og hún alltaf í þróun. Þetta í stöðugu samtali við bara nýjustu rannsóknir og svo framvegis og líka bara samtali við fræðasamfélagið. Og það sem að mér, ástæðan fyrir því að ég vel hann til þess að tala sérstaklega bara fyrir að fyrst að það vitnar eiginlega mest í hann af öllum. Ef þið kíkið í Google Scholar þá getið þið séð að það vitnar óbúslega mikið í hann. Það ekki alltaf þannig að þeir sem vitna mest í sé endilega bestir. Þið hafið örugglega oft rekist á það að þetta the winner takes it all fyrirbæri Microsoft til dæmis átti bara tölvumarkaðinn á tímabili. Og það var ekkert endilega besta hvað heitir það, stýrikerfið og Word var ekkert besta ritvinnslukerfið. Word Perfect var mörgum sinnum betra en þeir bara tók allt yfir. Og það svipað hér, ég ekki að segja að þetta sé eini sannleikurinn, það sé að segja þetta bara skemmtilegt dæmi. Og hann sem sagt gerði nokkuð skemmtilegt. Sum ykkar hafi heyrt mér segja eitthvað svipað áður, getur hafa heyrt að því mér. Ég nota hennar fyrirlestur svolítið oft, en hann aldrei Þannig að þarna hann bjó til töflu í þessari bók. Það sem hann setti fram tvö hugtök, pedagógík og andragógík. Kannist þið við þessi hugtök? Já. Hvað getið þið sagt mér það? Fræðsla fyrir börn, fræðsla fyrir fullorðna. Aha, einmitt. Þetta hérna sem sagt þessi hugtök kom úr grísku eins og mörg okkar fræði hugtökum. Pæd, strákur, agógos að leiða stráka. Pæd agóg þrællinn sem leiðir strákana út á torgið til þess að læra, eða í skólan, hitta heimspekingana. Og svo var einhver sem bjó til, byggt á þessu hugtaki andragógi. Andri, maður, svo sem leiðir kalla eða fullorðna. Og þetta, við tökum fyrst eftir þessu hugtaki bara 1800 og súrkál og þá var það þýsku fræðimaður sem kom með þetta hugtak fram og merkti það sem fullorðinsfræðslu. Þið getið ímyndað ykkur innbyltingin, fólk að þyrpast inn í borgirna, það þarf að læra að vinna á skrifstofum og læra að vinna á gólfinu í verksmiðjunum. Fullorðið fólk þarf að læra eitthvað, bændurnir sem komu í borgina til að vinna þurfa að læra og hann kallaði það þá andragógík. Það sem var þeir sem voru að gera, sem voru að kenna þá. Það gleymdist svo þetta hugtök í raun og veru og fáir tóku það upp þangað til Malcolm Knowles gerði það. Það svona smá hinur og þessi þangað til en svo það Malcolm Knowles þarna kringum 1970 sem kemur því aftur á kortið. Og þegar menn tala andragogy, þá menn oftast að tala hans nálgun.
svona hans módel það hvernig menn ættu að stunda fullorðinsfræðslu. Og það byggir á þessum 6 fullyrðingum sem við fáum núna á eftir og hann sem sagt setur fram 6 fullyrðingar sem svara 3 spurningum. Hvað þurfa námsmennirnir að vita? Hver er sjálfsmynd þeirra og hvernig áhrif hefur sjálfsmyndin á námið? Hvaða hlutverk gegnir reynslan í námið þeirra? Hver er stefnan og tilgangur námsins? Hvenær eru þau tilbúin að læra? Og af hvaða hvötum læra þau? Og hann sem sagt setti þetta svona í töflu bar saman fullorðna og börn. Eða skóla og fullorðinsfræðslu. Og við erum að átta okkur á því að hann byrjar á því að tala þetta þannig í kringu 1960 byggir á reynslu sem að verður til þar, 50-60. Og þá sko fyrir fólkinu sem þá í gangi, þá svona fullorðinsfræðsla svona svolítið svona, já, býtu, af hverju fullorðið fólk að fara í skóla? Það ekki búið að læra og þarna, þið þekkið þessa hugmynd, sko, þú fer í skóla til að læra að verða eitthvað og svo verður það og ert það alla ævi. Þá getum við notað orð full orði. Ég orðin fullur. Ja, svona full kominn. Fullorðins. Og í dag, sko, þá lítum við ekki svoleiðis á okkur. Við lítum á okkur sem í stöðugri þróun. Og þá hefur ég jafnvel erfitt með þetta hugtak fullorði. Ég alltaf að þróast, alltaf að breytast. Og já, maður hefur mjög þá svona hugmynd að á þessum tíma, þannig að seinni hlut, já, 60, þá hafi menn litið svo á að fullorðnir væri svona búnir. Og fullorðinsfræðslan og þeir sem að skrifa fullorðinsfræðslu hafa verið að tyggja á því undanfarin 40 ár kannski að sko nám ekki búið því þú búin í skólanum. Við erum alltaf að læra. Sumir hafa alltaf vitað það, svo lengi lærir sem lifir og eitthvað svoleiðis en einhvern veginn að það einhver skipuleggir það nám fyrir mann. Það hefur þótt svolítið skrítið kannski. Ok, skoðum aðeins hvað það segir. Erum við einhverja spurningar athugasemdir so far? So far so good, sem segja. Og þá hérna bara byrjum við, kemur hérna, hann hélt í fram sem sagt að börn þurfa að fá að vita það sem kennari segir. Það bara kennari sem ræður. Og það bara það sem þau hafa áhuga að vita. Á meðan fullorðni námsmaðurinn, hann þurfi að fá að vita hvað þau að læra, hvernig þau að læra þetta, hvers vegna þau að læra þetta. Það er miklu meira að vita. Og hann hefur sko engan áhuga einhverjum sko óvissuferðum. Að vita ekki sko hvert við erum að fara, sko hvernig við byrjum, hvernig við endum, hvernig við pásur, hvaða verkefni við vinna, verðum á morgun líka og svo framvegis. Ef þú svarar ekki þessum spurningum þá bara verð ég pirraður. Og ég man eftir að hafa heyrt í einhverju samkennarum mínu sem fóru eitthvað námskeið í sínu fagi, svona 3, 4, 5 daga námskeið á einhverjum sumarháskóla. Og þá var bara allur sko morgunin sem fór í að kynnast, endalaus alls konar samfélstingsverkefni. Og hún var að verða brjáluð. Hvenær fá að vita hvað gerist hérna? Ég ekki komin hérna í einhverja óvissuferð sko. Og þegar ég sé á brosinu, þið kannist þið. Ó já. Og á meðan sko barnið það kemur bara í skólan og það býður bara eftir að kennarinn segir hvað að gera og það gerir það. Og við þekkjum þetta úr uppeldinu. Barnið þarna kemur með einhverja heimavinnu heim, sest við borðið, ég man eftir einhvern tímann þegar við vorum á kirkjutegnum og Kristín átni satt við borðið og var að teikna hérna og hvað átti þú að gera? Þetta teikna út gluggann? Já. Og ef þú færir nú nær glugganum þá myndir þú sjá bæði húsans, nonna, tréð og ég átti ekkert að gera það! Kannistu við þetta? Og lengi vel, þú veist, hafði ég svolítið þröng að sýna á þessu.
að þessu börnum bara upptekinn af kennaranum og gera bara sem kennari segir. Og ég man eftir einu nemanda sem sagði, sko, allt yfir 5, mamma, það yfirvinna. Þannig að 5 nóg, ef ég fæ hærri einhver þá það yfirvinna. og þannig að, en svo fattaði því að ég var að kenna í viðskipta- og tölvuskóla. Þá upplifði ég svolítið sem að hjálpaði mér að skilja þetta aðeins betur. Þarna var fólk komið í svona að læra tækni og skrifstofustörf og við vorum með rosalega svona fínar, vel uppbyggðar kennslubækur og það sem var sko, mjög pedagógískt. Það var svona, fyrst var koncept kynnt, svo var fólk látið prófa það og svo var látið prófa það sko, það hafa kynnt og svo var talað tilgang þessu svoleiðis, svo var látið prófa bara skref fyrir skref og svo var það að gera aftur án þess að fá skref fyrir skref en gera það meira sjálft, mjög flott. Sumir bara spændu í gegnum þetta og það var bara að lesa, já, og svo til prófistöður og kennarinn komur í, sko, sjáðu, kom að smelli hér og smelli hér og smelli, já. Leiðu þú fór að lesa leiðbeiningarna fyrir mig og útskýra, þá kom þetta. Og þið þekkið þetta alveg, sko. Þið lendið í einhverju klandri, þið hringið í vin eða einhvern og segið, heyrðu, ég lendi í því að sko, þegar ég er að reyna að senda SMS eða gera þetta eða hitt eða þá gerir ég svona og leið þú byrja að tala þig gegnum þetta þá fattar. Það sem þau voru að læra var að þau voru að læra að lesa leiðbeiningar. Þau bara lásu svo hratt, kunni ekki að lesa leiðbeiningar og fara eftir því. Þannig að það komu nokkru sinni þessar spurningar og svo bara hættu þær. Svo var ró í smá tíma, svo aftur, prófistöður, hvað er hérna? Sko, svolítið meira sjálfsöryggi sko, búin að vera í 3 vikur í skólanum. Sko, sjáðu, það stendur hérna, smelli hérna og það gerist ekki neitt. Og þá sko, já, heyrðu, það var þýðingavill í bókinni. Og það sem þau vantaði þá var frelsi til að túlka og líta svo á bókin var ekki heil. Að bara að prófa sig áfram, ok, bókin segir þetta en kannski er það ekki alveg rétt. Það er svona meira fullorðins. Og sko, krakkar þurfa að læra að vera í skóla, þau þurfa að læra leikinn skóli. Og við höfum sett hann upp þannig að kennari ræður og þau þurfa bara að fara eftir því og þau taka eftir að þau eru duttlungar kennarar sem ráða. Þessi kennari vill að þú skrifir svona og hinn vill að þú svona, þannig að þau læra að það sem skiptir máli er að laga sig að duttlungum hvers kennara fyrir sig. Það er það sem skólaleikurinn gengur út á. Og þess vegna sjálfsögðu hversum í ósköpun var hlusta á mömmu og pappa sem eru hverjum að hjálpa þeim að læra fyrir lífið, því að það er ekki málið. Skólinn er ekki til þess. Skólinn er bara til að læra það sem Sigga kennari segir og ég gerir nákvæmlega eins og hún segir og þá kemst ég í gegn. Þannig að þau fatti það miklu betur en við. Og þannig að þau bara halda sig við það sem kennarinn segir af því að það er leiðin til að komast í gegnum þennan leik sem heitir skóli. En svo bara svo sorglega stundu þegar maður komið upp í háskóla og krakkandi ég man eftir ég stóði 5 í guðfræðideildinni María og þá sko, kortir, hálftíma sko, kortir og sent, förum! Kennarinn og sent þá bara förum, líka í háskólanámi. Þið átti að lesa blaðsins 37-57 í bókinni og það eru rosalega merkileg umræði það hvernig jólasveinar eru til. Af hverju tölum við ekki það? Nei, förum heim, kennarinn ekki við, okkar ná, fyrir okkur, kennarinn ekki við, þá förum við bara, sluppum. Þau eru öll að minna til prófs. Þannig að þau bera þetta með sér yfir í bara allt saman og við komum betur að því hérna. Athugasemdir, sögur, sem staðfesta eða mótmæli. Það má. Nei, maður bara þekkir þetta heima frá sér sem þú tala sko. Börni sín fara bara, já, nei, já, ég gerði þetta. Ég gerði það aldrei sko. Nei. Hvað sagðirðu? Ég leiðrétti einu sinni ensku-kennara. Ég hafði rétt fyrir mér, en ég gerði það aldrei. Já, svo er það þetta. Ég var bara hent út úr tíma. Einmitt, svo er það þetta. Ég var ekkert með henni dólk sko, ég var svona bara henni að benda á þannig að allir myndi ekki læra að villast. En hún gerði það ítrekka sko. Var þið hent út úr tíma? Ég var hent út úr tíma. Ég átti náttúrulega ekki að vera að gefa eitthvað kjátt sko. Svona var þetta bara. Þessi kennarinn sagði, það var bara gilt. Ok,
Næsta mál hjá samkvæmt Knowles er það hann hélt í fram að sjálfsmyndin nemandi lítur á sig sem háðan kennaranum. Þetta er framhald af því sem við segjum. Ég háður kennaranum og býð eftir að kennarinn segja mig hvað þú að gera og svo framvegis. Þetta mín sjálfsmynd. Lífið, ég svona byrjandi í lífinu. Ég má prófa mig áfram og það rosalega kostuð, þá ætlaði þú að gera mistök. Ég svona, tilraun að vera. Ég að prófa mig áfram, ég kann ekki allt. Það gefur mér ákveðið frelsi, en sem sagt líka ákveðna takmarkun og þetta minn heimur. Ég svona barn og barn svona. Tilraun að vera. Á meðan fullorðinn maður, hann sjálfstæður, sjálfsábyrgur. Ég ákveð sjálfur hvenær ég fer á fætur, hvenær ég fer til vinnu, hvar ég vinn, hvernig ég nota peningana, hvernig ég giftist, hvort ég er í bláum fötum eða grænum og hvernig bíl ég keyra á og svo framvegis. Þetta er bara bara ég ákveð þetta. Og þetta er það sem við höfum. Ég man eftir, ég held að vera pabbi minn sem sagði þarna, svo stærsta móment í lífinu var þegar ég var 18, þegar ég var fullorðinn. Það var málið. Nú ákveð ég sjálfur. Og ef þetta er sjálfsmyndin, hvað þýðir þetta þá fyrir manneskju sem kemur í skóla, sérstaklega þegar þú ert í þessu hérna? Þú ert vanur þessu. Þú ert búinn að vera í skóla í 10 ár, 12 ár, 15 ár, þar sem kennari ræður. Svo mætir þú sem fullorðin manneskja inn í skóla og kemur inn í dyrnar og í raun og klæðir þig úr sjálfstæðina, skilur það bara ekki hérna á gólfinu. Kemur inn í kennslustofuna og sest í bíófyrirkomulagi hennar og bíður eftir að kennarinn komi ákveða hvað að gera. Ég man eftir á rándýru tölvunámskeiði, þá spyr ég fólk, þetta er námskeið í Word og PowerPoint og Excel og til að læra þetta allt saman. Hvað er það sem þig langar til að læra? Kennari ræður. Þú eru að borga fullt af peningu til að fá að læra hitt og þetta. Og því ég mátti bara ráða hvað þeir lagður. Þá til að ég kenni ykkur að búa til efnisyfirlit og atriðisónaskrá sem enginn gerir. Það viltu ekki bara fá stimpilinn? Jú, það er svo ekki. Eða bara þau hafði ekkert pælt í því, hvað tilkast nota með tölvur. Og ég þarf að læra á tölvur. Þetta var á þeim tímum sem allir þurftu að læra á tölvur og hafði ekkert lært á tölvur. Þau hafði ekkert einhverja ákveðnar hugmyndir hvað þau voru að fara að gera. Þetta fyrir ekki að verða eldra fólk sem að... Nei, þetta var þarna fólk á aldrinum, já, svona 20 til 50 og eitthvað. Þau komið hérna aftur, þessi einhver aðra sögur, einhver sem tengist þessu, að við komum hérna inn og þú tókst eftir því að það var raðað öðruvísi upp í stofunni. Það er tilgangur með því. Til að brjóta ákveðu, þið líka vinna í hópum, en sem sagt, þegar við erum með raðað, skólar hafa í gegnum árin raðað upp svona eins og í bíó eða eins og í kirkju og það er hægt að segja að skólar urðu til svona kannski í kringum 1200 og byggðu svolítið mikið í klaustrum og það byggðu svolítið á fyrirkomulaginu í kirkjunni þar sem að presturinn stóð upp í stól og talaði orð Guðs niður til lýðsins. Á þeim tíma þá upplifðu með heimi svoleiðis og sömuleiðis gerðu kennararnir í skólanum. Þeir sátu fyrir neðan og kennarinn fyrir ofan í einhverju púlti og það er ennþá til skólar þar sem að kennaraborðið er á púlti og það er raðað upp og það er eins og kennarinn sem tala niður til nemendana. Og það uppröðinu segir hvar valdið liggur. Þið komið inn í einhvern sal og þið sjáu hvað er í gangi. Aha, sá sem stalar þann uppi, hann er sá sem valdi hefur, hann ákveður hvernig atburðin verður, hann ákveður allt sem gerist. Þegar ég var í menntaskóla þá var öllu raðið í U, í öllum stofum. Já, ok. Það var kannski verið bara einhvern sem kom og sagði bara, já, nú skulum við raðið í U. Og þá var öllum stofum raðið í svona. Já, já, það er líka það sem ég vinn. Þar erum við með þetta í U eða maður gerir þetta sem er hér. En það er ekki kirkjufyrirkomulagið. Það er alveg átt, sko. Já,
Og málið að sko, það eins og að staðsetning mín gagnvart þér, að það eitthvað við hana, það eitthvað í gangi í sálinu okkar. Og það svona varð veruleiki fyrir mér þegar kona mín var að læra sálgæslu í Þýskalandi, þegar ég var að læra biblíufræði og fullorðinsfræðslu. Og við fórum einu svona námskeið til München, þar sem að sko, það voru 100 manns í salnum og það fór fram sálgæsla bara hérna fyrir framan hópinn. Og það var bara Siggi og Guðrún sem kom og sagði hérna, já, hvað er málið ykkar? Já, þú veist, hann alltaf að rífa sig, hann setur endalaust út á mig og svo hvað segir þú? Og hann sagði og svo segir, já, heyrðu, komdu hérna, vilt þú vera mammans og þú vilt vera pappans og hver vil vera afinn og svo raðaðu í kringu þig þessu fólki, þetta er mamma, bróðir, systir, sonur. Svo raðaði fólkinu í kringu sig, svo horfði meðferðaraðilinn á þig og sagði, ok, segðu mér, hvernig líður þér? Svona, einhvern veginn, og sagði hann eitthvað. Ok, heyrðu, kostum þessum út með þig. Hvernig líður núna? Bara alltaf maður. Já, einmitt, sko, sjáðu þig. Og þá var hann bara að koma með svar, sko. Og hann hefur skrifað margar bækur þannig að hann sýnir hvernig fólk raðar þessu fólki svona og hins einn og svona, að þá þetta og hitt og þetta í gangi. Og mörgum árum seinna þá lagði ég þetta saman við það sem ég upplifði í rafiðnaðarskólanum, þar sem við vorum að tala þetta fólk aðeins, þar sem kennarinn ræði. Að það bara, fólk fór alltaf á sama stað. Rafiðnaðarmennir 2 sátu hér, sætustelpunar sátu hér, óþekkur strákarnir sátu þar. 50 konuna 2 sem voru komna til að læra sátu hérna við kennaraborðið. Og svo framvegis, það var alltaf, þú veist, ár eftir ár, kenndi ég þetta sama námskeið. Þriðjudag, miðvikudag, föstudag, tikk. Og þannig að það var alltaf sama fólki sem settist í sömu stóla. Þannig að það eitthvað í þessu, við setjumst á ákveðna staði eftir því hver við erum og hvernig við sjáum okkur og skiljum okkur. Ef að það þá verð ég sem kennari að nota þetta hérna til þess að rífa fólk upp úr þessu ef ég vil að sé eitthvað annað að gera en að ég standi hérna upp og segja hvað þau gera. Ef ég vil að fólki upplifi það að það sé sjálfstætt og það fái að ráða einhverju og það sé sín eigin námi, þá þarf ég að gera eitthvað annað svo þau festist ekki í þessum förum sem þau eru vön í. Ég verð að brjóta þau og gera eitthvað annað. Skiljið hvað er að fara? Og ástæðan fyrir þetta skiptir máli, ég eigið svolítið miklu tími þetta en þennan punkt hérna, þannig að þetta eiginlega þá helst að ég vil að þið munið í praxís til þið fara að gera eitthvað, að virða þetta sjálfstæði fullorðina. Því að ef þið gera það ekki, ef þið óafvitandi takið við sjálfstæðinu sem þeir gefa ykkur og bara fara að ráðskast að þá mikil hægt á því að það sé bara eitthvað svona hvítasöð í bakgrunni í undir meðutundinni og hann eða hún nær ekki að njóta sín í náminu, það eitthvað sem truflar. Hann kemur ekki fram við mig sem fullorðna manneskju. Ég ekki sjálfstæð, ég hérna bara en smá krakki aftur og það líka mér ekki. Það mjög ólíklegt að manneskjan ná að setja þetta í orð. Það skýrasta sem ég fengið þegar nemendur koma á kvartundum kennar og segir hann virðir okkur ekki. Hann kemur ekki fram við okkur að virðingu. Þú segir ekki sem fullorðna manneskju en að virðingu. Og það hann einmitt að ráðskast með þau og hegða sér eins og hann sé í barnaskólanum. Og það það sem að í símenntunarmiðstöðum oftast kvartað undan að fólk sem vanti að vera og ráðskast með krakka í skólanum og bara stjórna öllu, að þau svo erfitt með að koma og að koma inn í fullorðinsfræðsluna úr barnaskólanum eða framhaldsskólanum. Framhaldsskólanum fara ábæð, þú fer í ensku 100 og ensku 200 og ensku 300. Og þá bara kennt enska 100 hér og það bara þessi 300 orð sem að læra og búið. Og ef helmingurinn af bekknum fullorðnir og kann helminginn af þessum 100 orðum, hvað gerur þá? Kennur bara betur og tala hærra eða eitthvað. Skiljiði? Af því að þetta bara 100 og næstu 200. Við erum vöndi bara að hafa svona þægilegt og gott líf, en lífið í fullorðinsfræðslunni þannig að þú ert með rosalega breitt. Fólk sem kunna mikið, aðri lítið og þú þarft að laga þig að því.
og ef þú virðir þá ekki sjálfstæði þeirra, virðir ekki að þau eru fullorðin, þá bara fyrir eitthvað að gera sér truflar og þau eru ekkert að læra. Því að þú ert að ganga á móti sjálfsmynd þeirra. Hvað segir þið þessu? Ég spyr bara, eru háskólakennarar ekki skyldaðir í að taka kursa? Ég hugsa bara almennu sálfræðina, bara, það var bara Nei. Akkurat ekki. Það var mjög gott. Ég var í kursi á síðustöðin sem var svona típiskur kurs til þess að hafa það einmitt svona og læra á umræðum og eitthvað. Nei, hann kendur í vinnu í bíósal sem hann býður ekki upp á að setja saman borð eða stóla eða neitt þannig. Og hann er eingöngu kendur í fyrirlesturrúmi. Þú veist, rosalega áhugavert efni, gert alveg svakalega bara leiðilegt. Eiginlega bara með þessu atriði, sko. Það bjóði ekki upp á eitthvað fjölbreytileika. Og þarna höfum við marga þætti sem spila saman. Við höfum líka, þú veist, háskólakerfi sem velur það að segja að stóru kúrsarnir eiga að vera stórir. Við erum að reyna að spara og fara vel með peningana. Og setja þegar, ef allir þurfa að taka þennan kurs, þá er þetta bara stór skyldukurs og við keyrum hann bara einhvern veginn, þú veist, ódýrast í gegn, bara kjúklingarnaggar á allar. Það sem betur fyrir að kenna núna kurs fyrir háskólakennara. Já. Það er búið fyrir núna. Og það er mjög spennandi hlutir að gerast þar og fullt af háskólakennurum að taka upp boltan og pæla mikið í kennslu. Það er margt að gerast. Man hefur samt oft nett í sjálfsmyndana, háðu kennara og sjálfstæðar. Það er bara á alls ekki við. Það kemur kannski eldri konun og þú kennt upplýsingatækni greinilega og svo ætlar þú bara að ræða Word og Excel og eitthvað svona og það byrja allir og lokka sig inn og svo eftir smástundin hvernig á ég að kveikja á þessu. Og þá ert þú bara búin í hörku vesen af því að þessi gamla 65 ára kona kannski, hún er bara algjör stílbrot af það hvernig þú ætlar að kenna áfangan. Það sem hún telur verið eitthvað svona grunnþekkingu, hún er bara alls ekki til stað. Og þannig að hún verður mjög háð kennara og er langt frá því að vera sjálfstæð og svona viðrist með svona lága sjálfsmynd. Frábært, gott þú komst með þetta inn. Því að það er einmitt sko þannig að þið sjáu sko strax eru þú veist mörkin á milli farin að hreyfast til. Og ég bíð alltaf spenntur eftir því að sko þetta er ekki svarthvítt. Og það sem að Malcolm Knowles segir sko í bók, sko bara mjög fljótlega, eftir í annarri bókinu vantilega, þá er hann strax byrjar að fá þessi viðbrögð. Og fólk fara að segja, nei, þetta er ekki svona svart. Þannig að við þekkjum þetta úr fullorðinsfræðslunni og við þekkjum þetta úr barnakennslunni. Þannig en hann þá staðar stundum við kennaramiðaða kennslu og nemendamiðaða kennslu. Svo eru skólanir, grunnskólanir svolítið mikið að breytast. Algjörlega. Þú veist, fólk er ofta að tala reynslu og samfélagsumræðu skóla. Já. Þegar mamma mín tala skóla, þá hún tala einhvern skóla sem var 1960 eitthvað, sem bara ekkert skólinn sem er núna. Þetta eru allt aðrar menntastofnanir. Algjörlega. Og ég upplifði það með dóttur mína sem er í þriðja bekk aðrar að spyrja kritískra spurninga og ákveða hvernig á að gera verkefnin og það sest niður og rætt það og eitthvað svona. Þannig að ég held að sýni sig að breytast og mér finnst þetta andra bóki hérna eftir að það sem ég vil lesa henni, að hún eigi mjög mikið erindi inn í nám barna. Akkurat. Sé bara ákveðin fyrirmynd í svona nemendamiðuðu námi sem er eitthvað sem að allt skólastarf er einhvern veginn að stefna. Akkurat. Þess vegna kannski þessi skilgreining, fullorðin og ekki fullorðin, það verða svolítið úrvöld. Já, það er alveg rétt. En það sem að sko, hún verður flóknari. Já, nákvæmlega. Og það sem við þurfum að velta fyrir mig, sko, hvað er það? Og góður kennari, hann kann að sko laga sína kennslu, sem kennsla er það að hjálpa, það sem að manneskja gerir til að hjálpa öðrum að læra, laga sína kennslu að þeim hópi sem að hann eða hún er að vinna með hverjum tíma. Það er eitt sem að á við passar í hóp með 6 ára krökkum og annars sem passar í hóp með 13 ára krökkum. Ef þið eru eitthvað að róta í TED, þá er Sugata Mitra, svona gaur sem talar um nám og kennslu.
og það sem hann að segja nám og kennslu segir hann eigi við til 12-13 ára aldurs og það passar ekki síðan, sko. Þannig að menn alveg uppgöta að ákveðinni hluti getur gert með ákveðnum aldurshópa og ákveðin aldur og þroski kallar eitthvað ákveðið og þess vegna líka munur og með eldra fólkið en svo eru mörkin ekki sko höfst 2050 þá svona heldur þetta svo sveigjanleg mörk og í sömu og svo misjafnt bara í þetta spyrir tölvur sko þá þetta rosalegt erfitt en eða það verður díselmótor eða að baka sandköku þá máli allt annað og þá bara konan sko sérfræðingur eða já þannig að ég var með tölvunámskeið fyrir eldraða 1999 og þá voru þau rosalega háð mér en þau þurftu virðinguna og þau sko aldeilis létu í sér heyra þegar markaðsmaðurinn frá bankanum sagði þeim hvernig þau væru bankarnir styrkti þetta námskeið og einn bankinn sagði já þið eru ekkert í fasteignakaupi þannig við sleppum þeim flipa ég vissi ekki hvert 75 ára gamla fólki endalaust að kaupa og selja einhver eignir þannig að sko þau eru brjáluð og þessi banki var bara út úr kortinu ok það sem að þarna Nól hélt svo fram áfram var að reynslan fullorðinna voru ólík að gæðum og magni en alveg rosalega mikilvæg samt við nám og hann hélt því fram að í grunnskólanum og í barnakennslu þá var aftur mútið reynslan einskis virði og sko það sem að við vitum að sjálfsög það sem við vitum nám og taugar og hvernig við lærum og allt það þá sko reynslan alveg ofbúð hún miðlæg allir alltaf þegar þeir læra þeir tengja við fyrir reynslu það hægt að sýna það bara með myndum á taugunum þess vegna en við höfum komið fram við börnin eins og reynslan þeirra skipti engu máli lengi vel sko engin grunnskólakennari myndi sko gera og það sem ég upplýði sem þarna í barnaskóla að þegar þarna okkur var kennt hérna amöbuna að í skólanum svo áttum við sem sagt að teikna það sem við lærðum og skrifa við. Kennarinn teikjar á töflun og við teiknum það í bókinu okkar. Og við áttum að teikna sem sagt amöbu. Og þarna Róbjörn gerði það og hérna kjarninn sko og svo var hérna svona frumur líffæri hér og þar. Og svo, þetta var í Englandi, ég var í skóla í Englandi sem krakki og svo Kennari, fullt af þessu á Íslandi? Já. Og ég man ekki eftir neinu viðbrögum við því, ekkert sko, hún var ekkert að spá í það. Og þarna var ég 11, 14 ára gamall ég honum í kjallara að taka allar glósubækurnar og bara taka líf mitt í England og setja honum í kassa búið til honum time capsule sem ég ætlaði að opna til honum fullorðinn. Og svo ég að fletta í líffræðibókinni og fyrstu síðunni amabók mín. Og þá bara stokkrónaði þetta var ekki marglytta. Ég hafði sjálfsög sem fullt af marglyttum og í sundaða. Alltaf að kasta steinum í marglyttuna niður á bryggjunni og svoleiðis. En manabann, sko, maður þarf smásjá til að sjá hana. Og hún hafði ekki fyrir því að vera með smásjá og þú bara þessum að taka bara sko úr munninum og setja munnvatn og skoða alla einfrumungana og bakteríurnar sem í munnvatninu sko, bara til að sýna okkur svona þetta. Amöbunnar í vatninu þannig og það svona alveg svo bakteríurnar í munninu. Þannig að sko hún var ekkert að tengja við veruleikann, það var ekki fyrir mjög miklu stærri og eldri. Í dag þá var bara farið út og byrjað á veruleikanum í kringum skólan. Hvað lifandi út í skólalóðinni? Komum tölum það og svo framvegis. Það byrjað það sem við erum og farið svo áfram.
það gera góði kennari í dag. En það er bara sko, var ekkert verið að spá í það. Það er bara að byrja hér á núlli og þú bara astni veist ekki neitt, þú bara að byrja að læra hér. Og við getum sagt sko að sko, stefnan og tilgangin og lógíkin var sem sagt bara efnið og innihaldið. Þetta snýst bara efnið og innihaldið. Það er bara byrjað á inngangi að félagsfræði. Byrjuðust. Ég man til að við inngangi á guðfræði. Við hugsaðum, come on, hvað er að lesa þetta núna? Þetta er eitthvað sem var að lesa á 7. ári. Það sem var svona samþætt allt saman. Við skildum ekkert hvað var að fara í. Ekki neitt. Þetta er svo. Þannig að inngangskursina og okkur fannst þetta svo skrítið. Og þarna, það var svona verið að reyna að gefa okkur svona bird's eye view. Ímyndið okkur að fara upp í Hallgrímskirkjutörum og horfa yfir Reykjavík og þú hefur aldrei séð hús áður á ævinni og götur og fjöll. Hvað myndir þú sjá? Þú myndir ekki sjá neitt. Það er bara ofbirst í augum. Þú hefur ekki hugmynd hvað var í gangi. Svona leið okkur. Þannig að svona er þetta oft. Byrja sko einhverju lógík sko á einfrumunguns og fjölfrumunguns og mjög flóknum farið í gegnum þetta sko. Byrjað á Gamla testamentinu, Nýja testamentinu, dogmatíkinni og svo framvegis. Eitthvað, félagsfræði. Okkur er byrjað á sko Marx og Weber og farið svona. Góð spurning. Já. Á meðan sko fullorðinsfræðisfræðin, hún snýst að leysa vanda. Sko fullorðnir, hann sagði, fullorðnir fari í nám til þess að leysa vanda. Ég vil, eins og þið voru að segja hérna, fá réttindi. Ég læri á síma minn þegar ég komi með hann. Ég læri á skjalastjórnunarkerfi þegar búið að setja það upp. Ekki sko mörgum árum áður. Eða hálfára áður. Það voru komið upp. Og svo framvegis. Og þá er ég tilbúin til að læra eitthvað. Bara ég þarf þetta núna. Segðu einhverju fullorðnum, já, heyrðu, þú komið nýja tölvu, þú gæti þurft að prenta mig á útskýra það. Nei, ég þarf ekkert að prenta. Ég nenni ekki að læra það. Það ekki það. En svo bara, þú veist, er ég alveg tilbúin. Besta dæmi finnst mér vera þarna foreldrar sem eiga von á sér. Hafið þið séð námsfúsara fólk? Á fullu, hvað ætlu sér margar bækur sem að hvert par kaupi sér og margir vefur sér að lesa og margar spurningar, hvernig gerir þú, hvað bleikutegundir eru þið að nota og námskeið og allt saman. Drekkaði í sig. En hálfa ára áður þú ert ekki orðin ófrísk. No way. Og þau eru svo leiðileg, þessi pör sem ég á núna. Það er bara það besta sem því. Þannig að og þar að leiðandi sko eru þeir tilbúinir bara, tilbúinir til þess að læra það sem þau verða að læra. Ég átti ekki að gera það, sagði bara. Þannig ég gerir bara það sem þarf. Enga yfirvinnu. Er þetta til prófs? Já. Og en við kennum það er það sem skiptir máli, prófuna sem skiptir máli, einhvern það sem skiptir máli. Ef þau lærið eitthvað áhugavert, who cares? Við komum þannig fram við þau. Já, við höfum gert það mjög svolítið. Og við reyndar, og þau eru búin að fatta, mér og sonum minn segir við mig, sko já, ég veit að kennararnir er að reyna að segja, efri hæðin eins og hann segir, sko. Efri hæðin segir, sko, að við erum að kenna ykkur til að ná með læra fyrir lífið þegar við erum komin. Það snýst bara að koma sér gegnum þessi próf. Löngu búin að sjá þetta. Já, það er svona tveir veruleikar í gangi, sko. Og sá sem að ræður er þessi, og þau sjá alveg hvað það er sem er raunverulegt. Hitt er bara einhver draumsýn, sko. Á meðan fullorðnir þeir læra þegar þau þurfa að halda. Gæti það verið þörf ástæða fyrir brottfallinu að krakkarnir sjá ekki að því við erum alltaf að kenna til framtíðar í grunn- og framhaldsskólum?
að framtíðin þeirra bara ekkert þannig að þau ætla að læra neitt fyrir hana sérstaklega, það bara núið sem gildir. Þau sjá ekki tilgang með því að vera að læra til framtíðar. Það má vel vera. Það sjálfsögum, þetta mjög flókið. Það náttúrulega mjög flókið, já, og margvíslega ástæður. En einmitt, að ég upplifði, maður talar sjálfsögum bara í gegnum börnin sín, Það reynslan sem maður hefur á skólakerfinu og ég sé að þeir hafa aldrei upplifað að sé einhver tilgangur í þessu. Þegar ég jarma í þeim, þá segja þér, jú, ok, en það ekki fyrir eftir á þau sjá, já, heyrðu, ég hefði látt að læra meiri starfsæði eitthvað sem ég. Þú ætlaði að segja. Já, ég var líka hugsa sem fullorðin manneskja, ég var að byrja á Borgarspítala að vinna eitt sumarið. Þá var ég reyndar bara rúmlega 20 og það ég ennþá Borgarspítalinn. Og þá var verið að kenna mér alls konar tæknileg atriði, en sum þeirra notaði ég ekki strax. Og þá bara gleymdi ég þeim. En það var búið að kenna mér þetta og ég átti bara að muna þetta og ég man hvað mér fannst þetta vandræðalegt, Hvert átti ég nú að fara með þetta síni og hvað átti ég að skrifa á og eitthvað svona, En maður lærir ekki nema maður nýtir strax, og það kannski á bæði við börn og fullorðna, ég veit það ekki, en maður þarf að þjálfa þessa þekkingu, þannig að maður tekur ekki við nema ákveðnum magna upplýsingum, og þarna hefur mér verið gefið of mikið upplýsingum í einu, þannig að ég þurfti að leita aftur og aftur, því var allt í enn eftir einhvern tíma sem það var nýta þekkingur sem ég var gefið 2-3 vikum áður, þá var hann bara farin, af því að það ekki nota. Þannig að það er þörfin sem hann átti að vera Þetta hérna er margir gagnrýna þetta, það er fullt annað í gangi líka. Bara til dæmis að þó við segjum að börn læri af hvaða hvötum að ytri hvötum af því mamma og pabbi og menntamálaráðherra og kennari segir og eiga læra þá læra þær. En við líka fullt af fólki sem sendt í nám. Vinnumálastofnun sendir fólk í nám, fyrirtæki sendir fólk í nám til að læra öryggisatriði, flugmenn verða að fara í gegnum öryggisnám einu svona ári og svo framvegis. Þannig að það er ekkert, við erum ekkert í aðstöðun að vera námsmenn bara þegar þörfin knýr. En ég ætla ekki mönnum að geta sagt allt í einni setningu eða svoleiðis. Og þannig að þetta er þegar fólk tekur sig upp á eigin frumkvæði og fer að læra, að þá er einhver þörf sem að knýja það. En vissulega fullorðið fólk í mörgum að læra í mörgum öðrum aðstæðum og ástæðum en bara þegar þörfin knýr það. En hann hélt í fram að fullorðnir læri af innri hvötum. Við getum sagt að við lærum best þegar við lærum af innri hvötum, en stundum verðum við að læra af ytri hvötum og við getum líka lært þá. Það er alveg hægt að læra þó að það sé einhver með svipun á bakinu og segir þú fær ekki vinnuna eða þú fær ekki réttindin eða þú getur ekki, fær ekki stöðuhækkunin og hækkunin þú lærir. Það er alveg hægt að læra þá, en besta námið er þegar það er af innri hvötum. Þetta, ég ætla að biðja ykkur að þið eru örugglega eftir að vitna í Knowles og vitnið þá í hann sjálfan. Það er 1000 manns búin að endurtaka það sem hann segir. En í háskólanámi og þegar maður er að vinna og skrifa fræðilega, þá vitnar maður í mannin sjálfan. Og þannig að ég læti ykkur að sjálfsögðu fá kaflan úr bókunum þar sem þetta er. Og við minnst það er lágmarkið sem þið lesið eftir Knowles. Sumir velja að lesa bókina alla. Hún er hann fer yfir kenningar nám alveg frá, hvað heitir hann nú? Upphafi 20. aldar. Hæ? Er hann í PSI? Nei, hann tekur meira svona kenningar sem tengjast fullorðnum, Thorndike og þessu gauðra til að byrja með. En sem sagt, þið þurfum að lesa hann og það er mjög skemmtilegur kafli hérna þarna þetta. En þið þurfum líka að lesa hans. Og ef þið vitnið í, þá vitnið í hann, nefnum þið sig að tala einhvern sem er ósammála með að gagnrýna eða að gera lítið eða byggja á honum eitthvað svoleiðis. Ok. Eitthvað sem þið viljið segja, hvað hefur þetta gert fyrir ykkur í sambandi við þarna pælingar fullorðna námsmenn og fullorðinsfræðslu?
varðandi samfélagslega spurning sem bara ef þú ert, ég veit ekki hvort þú telur þig fullmenntaður eða ert þú bara klár að gera þína vinnu, ert þú þá ekki frekar að fara í eitthvað svona leisure menntun, út að fara að læra að tálka eða bara eitthvað sem þú veist að þú myndi hafa gaman að jafnvel eftir að hættir að vinna. En það svona gleði kvöld sem að klífi áfram í því, þið langar að hafa eitthvað að gera síðan áfram og til eitthvað svona öryggisnett fyrir afþreyingu í framtíðin í staðinn fyrir að þurfa að læra eitthvað til að halda vinnunum. Ég var samt að taka sem dæmi áðan að við erum með mjög metnaðarfulla svona símenntunarstefnu í fyrirtækjum sem ég vinn og það er ákveðin kvóti sem að maður nota í bara eitthvað sem gagnast þig persónulega. Þú veist, þá er ekki sem dæmi bara að læra spænsku eða ítalska mat að gera eitthvað. Það hefur enginn gert það. Ekki einn. Það eru allir að nota þessa styrki í eitthvað svona vinnutengt. Það er mjög athyglisvert sko. Mann finnst þetta svo flott sko, en svo er einhvern veginn bara tíminn er svo takmörkuð auðlind að þú ert einhvern veginn ekki þar að þú ert til í að nota þetta í ítalska matagerð og það verður búið skemmtilegt sko, en það eru allir að nota þetta í eitthvað svona sem maður geta heimfært beint yfir á vinnuna. Það er gaman að vera eitthvað sem að læra hljóðfæri í námsleyfi Já, það var hluti af náminu, kennarnáminu. Já, hluti af náminu. Sem ég tók svo bara úti á kennarnáminu svo. Ukulele og selló og svona. Já, það er gaman þess að ég takt í námsleyfi núna, ótrúlega þess að, og ég byrjaði á kaupa með fiðlu og að læra rússnesku eða eitthvað. Þú veist, ég get ekki bara endast að lesa þetta. Ertu byrjað að læra? Það er bara að leiðast. Nei, þetta byrjaði fyrst okkur með. Já, fyrst okkur. Þú leiður okkur að fylgjast með. Já, ég var sendið vídeo og eitthvað. YouTube-myndbönd af Kynntu þið fiðlu? Já. Af öllum hljóðfærum? Ekki við betur til að blokkflötu? Ég er komin. Nú, já. Sko. Já, þetta er góður punktur og sjálfsög þetta næri ekkert yfir allt. Við náum, og það er, sko, við náum aldrei, sko, að segja allt með einni setningu eða með einni mynd. Nema að sjálfsögðu, þið munið í sama kafla og Andróbókin þá er líka vinnur okkar sem heitir Knúð Illeris og hann leysir bara málið með því að gera svona hring og svona þríhyrningin í hann hann byrjar á einu þríhyrning og svo gerir hann annan þríhyrning og svo hring utan það. Og hringurinn er sem sagt samfélagið og þar með hann búinn að dekka allt sko. Og það er svona, hann er frábær. En það sem ég er svolítið gaman að því, ég segi svolítið, sko já þetta er eins og með í Litla prinsinum. Ég veit ekki hvort þið muni eftir því, en prinsinn bað flugmanninn að teikna fyrir sig geit og kallinn reyndi það og hann sagði nei, þetta er ekki geit. Og hann teiknaði aftur, nei, þetta er ekki geit. Og hann var að verða brjálaður á barninu. Þangað til að teiknaði kassa og sagði geitin inn í kassanum. Loksins! Og hann var svo ánægður Litli prinsinn með geitina sín í kassanum. Akkurat það sem hann átti við. Og Illeris hann, sko, þær eru sérstaklega ánægðar með Illeris, sko, af því að hann nær, sko, að koma öllu námi fullorðinna fyrir sinni mynd. En svo til fullt af öðrum myndur sem hann á einhverju smá brotum og svo gagnrýna með þá fyrir það. Ég ætla að segja, nú ætla ég að segja litla sögu lítinn hlut og svo gagnrýna fyrir að segja, heyrðu, þú sagðir ekki allt sem hægt er að segja. Já, þannig að ok, við erum búin að tala eins fullorðna námsmenn í dag og það var svona málið. Ég ætla að slökkva þetta upptöku.